Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, bjartsýnn á að þríhliða fundur með forsetum Rússlands og Úkraínu leiði til friðar í Úkraínu. Vel fór á með forsetum Bandaríkjanna og Úkraínu þegar þeir hittust í Hvíta húsinu í dag. This is very long term. We're not talking about a 2-year peace and then we end up in this mess again. Starfsmaður á leikskólanum Múlaborg sem grunaður kynferðisbrot gegn barni var undir sérstöku eftirliti á leikskólanum í fyrra vegna sérkennilegs háttalags. Móðir barns á Múlaborg segir að leikskólinn, Reykjavíkurborg og lögregla hafi brugðist börnunum. Samkeppniseftirlitið hefur lagt metsekt á Landsvirkjun 1,4 milljarða króna fyrir brot á samkeppnislögum. Landsvirkjun áfrýjar og segir eftirlitið skilgreina raforkumarkaðinn upp á nýtt. Notendur nikótíns of kærulausir, segir barnalæknir sem ítrekar mikilvægi þess að vörunum sé fargað á öruggan hátt. Nokkrir dropar af nikótínvökva geta verið lífshættulegir börnum. Dagskrá menningarnætur verður stytt klukkutíma í ár. Eftirlit með unglingadrykkju verður aukið og forvarnafulltrúar og lögregla verða sýnileg. Gott kvöld. Donald Trump, Bandaríkjaforseti og Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, hittust í Hvíta húsinu í dag til að ræða möguleika á friði í Úkraínu. Áður en fundur þeirra hófst hélt Zelensky sérstakan fund með leiðtogum 5 Evrópuríkja í sendiráði Úkraínu. Þar hitti hann einnig Keith Kellogg, sérfræðing Trumps í málefnum Úkraínu. Leiðtogarnir, auk forseta framkvæmdastjórnar ESB og framkvæmdastjóra NATO, fylgdu Zelensky til fundarins í Hvíta húsinu. Og nú að hefjast fundur þeirra með Trump. Hallgrímur, síðasti fundur Zelensky og Trump sem var í febrúar, honum lauk með hvelli. Hvernig var þessi fundur í dag? Já, þessi fundur fór nú óneitanlega töluvert betur heldur en sá fundur í febrúar. Þegar þeir heilsuðust þá virtist bara fara mjög vel með þeim, líka þegar þeir settust niður með blaðamönnum fyrir fundinn. Það bar ýmislegt á góma þar. Þetta til dæmis athygli að Zelensky afhenti Trump bréf frá konunni sinni sem var ætlað konu Trumps og var svar við bréfi sem forsetafrú Bandaríkjanna hafði fengið frá eiginkonu Zelenskys og fjallaði ádrif barna í Úkraínu. Þetta var afhent Putin. En forsetarnir, þeir ræddu við blaðamenn í 20 mínútur og það kom ýmislegt fram í samtali þeirra. If everything works out well today, we'll have a trilat, and I think there will be a reasonable chance of ending the war when we do that. We need to stop this war, to stop Russia, and we need support American and European partners. We will do our best for this. I think we show that we are strong people, and we supported the idea of the United States, of personally of President Trump, to stop this war, to make diplomatic way of finishing this war, and we are ready for trilateral, as President said. This is a good signal about trilateral. I think this is very good. We're going to make sure that if there's peace, the peace is going to stay long term. This is very long term. We're not talking about a 2-year peace and then we end up in this mess again. I just spoke to President Putin indirectly, and we're going to have a phone call right after these meetings today. And we may or may not have a trilat. If we don't have a trilat, then the fighting continues. And if we do, we have a good chance. I think if we have a trilat, there's a good chance of maybe ending it. But he's expecting my call when we're finished with this meeting. Trump sagði líka að það væri ekki þörf á vopnahléi til að ljúka stríðinu. Það nokkuð sem Putin, forseti Rússlands, finnst svona góð skilaboð. Trump sagði líka að Bandaríkjamenn myndu veita Úkraínu öryggistryggingar með Evrópu. En það kom til skemmtilegra orðaskipta milli Zelenskys og blaðamannsins sem skammaði hann á fundinum í febrúar fyrir að vera ekki í jakkafötum. En Zelensky mætti mitt í jakkafötum á fundinum. You look fabulous in that suit. I said the same thing. Yeah, you look good. I said the same thing. Yeah, looks good. I said to the one that attacked you last time. See, now he's I remember that. Yeah, I apologize to you. You look wonderful. No, my first question for you, President Zelensky. In the same suit. You see, I changed, you are not.
Já, menn finna tíma til að grínast innan þegar menn að ræða svona mikilvæga atburði. En hvað líklegt að komi út úr þessu öllu saman? Það eiginlega mjög erfitt að segja á þessum tímapunkti en það náttúrulega sást hérna að Trump lýsti svona mikilli bjartsýni á friði í Úkraínu en fyrir fundin kom samt í ljós svona ákveðin núningur milli hans og Zelenskís. Trump segir fyrst á Truth Social, svona áður en þetta háfst, að Zelenskí geti lokið stríðinu bara ef hann vilji og það sé ekki hægt að draga tilbaka það að Obama hafi gefið eftir Krímskaga og síðan að Úkraína mun ekki ganga í NATO og hann ítrekkaði þessi skilaboðum að Zelenskí geti stöðvað þetta stríð á þessum blaðamannafundi áðan. Zelenskí svaraði þessu hins vegar þannig á samfélagsmiðlunum X þegar hann var nýlendur í Washington að Rússar yrðu að ljúka stríðinu sem þeir byrjuðu sjálfir á. Úkraína sé að berjast fyrir landi sínu og sjálfstæði og það er ekki að verðlauna Rússland fyrir þátttöku í stríðinu. Og svo sagði hann seinna að það ætti að vera sameiginlegur þrýstingur frá Bandaríkjunum og Evrópu á Rússa til þess að ljúka stríðinu og þarna eru menn augljóslega ekki svona sammála aðferðir og það er svona akkurat núna kannski erfitt að sjá hvernig svona er hægt að sætta þessi svona ólíku sjónarmið. En það eru stíf fundahöld í Hvíta húsinu í dag. Nú að hefjast fundur allra leiðtogana þeirra evrósku og Trump. Hvernig líklegt að sá fundur verði? Já, þeir allavega létu mynda sig saman núna áðan og þá virtist fara svona ágætlega á með þeim. Trump leit jákvæðum augum á þennan fund áður en hann byrjaði og sagði að það væri heiður að taka á móti svona mörgum leiðtogum. Evrópski leiðtogar væntanlega ítrekka áfram sinn stuðning við Úkraínu og frið án þess að alþjóðlegum landamærum sé breytt. En ég held reyndar að markmið leiðtogana sé kannski líka að svona þessi stuðningur sjáist og þá ekki aðeins í orði heldur á borði og líka Trump svona fá hann svolítið beint í æð. Það væri þá svona ákveðin mótvægi við þessi vinahót sem voru á milli Trumps og Pútíns á föstudaginn á leiðtogafundinum þá en þetta væntanlega kemur í ljós með kvöldinu. En á sama tíma og það gengur á þessu öllu þá halda árásir Rússa áfram. Já, yfirvöld í Úkraínu segja að 14 hafi verið drepin í árásum Úkraínumanna í nótt. Þær voru gerðar víða, Kyiv, Kharkiv, Odessa og Zaporizhia og það bárust meira að fregnir af því að loftvarnarhlautur höfðu hljómað í Kyiv bara eiginlega á sama tíma og evrópsku leiðtogarnir voru að mæta í Hvíta húsið og það kannski bendir ekki til sérstaks svona friðarvilja af hálfu Rússa. Og síðan sagði Zelenskí rétt fyrir fundin að með þessu væri Pútín forseti í raun og veru að gera lítið úr diplomatískum tilraunum til þess að ljúka stríðinu í Úkraínu. Takk fyrir þetta Hallgrímur og það verður hægt að fylgjast með framvindu þessara mála á rúv.is. En yfir í önnur mál. Leikskóla starfsmaðurinn á Múlaborg sem er grunaður að hafa brotið á barni var undir sérstöku eftirliti í fyrra vegna sérkennilegs háttalags í kringum börn. Móðir barns á leikskólanum líður eins og að logið hafi verið að henni. Foreldri barns á leikskólanum Múlaborg gerði athugasemdir við hegðun mannsins í fyrra og var það tilkynnt til leikskólastjóra. Maðurinn var síðan undir sérstöku eftirliti. Hann er í gæsluvarðhaldi sem rennur að óbreyttu út á miðvikudag. Foreldri barns í leikskólanum gagnrýnir hvernig brugðist var við í málinu. Bara mjög illa. Ég held að borgin og leikskólinn og bara lögreglinn hafi öll bara brugðist okkur og börnunum okkar. Haldinn var upplýsingafundur með foreldrum í gær. Þar kom ekki fram að maðurinn hefði verið undir sérstöku eftirliti í fyrra. Mér fannst í raun og veru bara logið að mér. Ég hefði viljað að fá að vita að það væri einhver maður undir eftirliti því ég kemur barnið mitt í leikskólan. Nú hafði ég líka bara sett barnið mitt í hendur þessa manns og tekið á móti því eftir leikskóla bara margar vikur og mánuði. Og ég hefði alveg viljað fá að vita það. Þetta eru börnur okkar, þau eru óskýr, þau eru skýr, þau eru mismunandi þroskastigi. Þetta er akkurat einhvern svona hópur sem er hægt að brjóta á og ég er erfitt með að segja frá. Elva segir mörgum spurningum enn ósvarað. Okkur var bent á að senda ábendingar á lögregluna en eins og staðan er akkurat núna í málunum að þá væri ekki verið að taka við til fleiri börn sem að mér finnst líka furðulegt. Málið hafi tekið mikið á alla sem að því koma. Þetta er bara gífurlega sorglegt mál. Og við erum öll bara harmislegin og þetta er bara þvílík sorg. Við vitum að starfsfólki er búið að reyna sitt allra besta og við foreldrarnir erum bara að reyna að standa allt þétt saman og með börnunum okkar. Engin svör fást frá Reykjavíkurborg hvað felst í meintri sérkennilegri hegðun mannsins eða hvernig eftirliti var háttað. Þegar grunur er kynferðisbrot er starfsfólk sent í leyfi, þá sé það lögreglu að upplýsa foreldra rannsókn málsins.
Samkeppniseftirlitið sektar Landsvirkjun 1,4 milljarða króna fyrir að hafa misnotað markaðsráðandi stöðu sína og komið í veg fyrir að minni fyrirtæki næðu fótfestu á raforkumarkaði. Landsvirkjun seldi smásölum raforku á hærra verði en til Landsnets á 4 ára tímabili og því áttu fyrirtækin enga möguleika á að selja hana nema með tapi. Þau kvörtuðu til Samkeppniseftirlitsins en engar sættir náðust í niðurstöðu segir að Landsvirkjun sé markaðsráðandi og hafi með alvarlegum hætti brotið gegn bæði samkeppnislögum og EES-samningnum. Þá segir þar að fyrirtækinu sé óheimilt að beita verðþrýstingi. Þetta þannig til komið að það eru minni keppinautar á markanum sem eru að reyna að ná fótfestu sem að kvarta til okkar. Þessi viðskiptahættir Landsvirkjunar sem þið sagti fyrir, höfðu þeir áhrif á raforkuverð til almennings? Til lengri tíma liti getur það verið. Á hverju byggir þessu upphæð? Hún byggjar á því að við teljum að þetta hafi verið alvarlegt brot sem að Landsvirkjun mátti vera ljóst að væri brot og innan úr skugg gefa til kynna að þeim var það ljóst en héldu háttseminni áfram og það hefur auðvitað vægi í ákvörðun sekta. Þetta með hæstu sektum sem Samkeppniseftirlitið hefur lagt á? Já, fyrir misnotkun á markaðsráðandi stöðu í krónutali. Forstjóri Landsvirkjunar segir skjóta skökku við að fyrirtæki sem kaupa raforku af Landsvirkjun en framleiða hana ekki sjálf, svokallaðir raforku smásalar, séu skilgreind sem samkeppnisfyrirtæki. Hann segir að Landsvirkjun hafi talið sig vera að keppa við aðra raforku framleiðendur þegar það seldi raforku að mismunandi verði. Niðurstaðan og sektarupphæðin koma forstjórunum á óvart. Sérstaklega ljósað að við teljum okkur ekki á að brotin inn lög. Það var bara óskýrleiki hvernig markaðir eru skilgreindir og við vorum bara töldum okkur að vinna til þess að bara stuðla raforkuöryggi og gæta hagsmuna almenna raforkukaupa á Íslandi. Við töldum okkur vera að keppa við aðra orkuframleiðendur, sérstaklega orku náttúrunnar, HS orku, sem við höfum gert raun og veru bara frá setningu raforkulana 2005. En Samkeppniseftirlitið kemst að því að milliliðir, kannski eins og N1, eiga að geta keypt raforku af Landsvirkjun og keppt í sölu til stóru notendis og Landsnets. Þetta er algjörlega ný skilgreining. Ekki samræmi við neina skilgreining sem við þekkjum frá Evrópu. Og hvernig ætlið þið að bregðast við þessari sektarálögu? Okkur ber að greiða en við munum að sjálfsögðu áfrýja og bindum mikla vonum við þessari niðurstöðu verði snúið við á síðri stigum. En 1,4 milljarðar, þetta er háfjárhæð. Farið svo þið þurfa að greiða, mun það leiða til hærra raforkuverðs? Nei, það mun ekki gera það. Snarpur jarðskjálfti 3,8 að stærð fannst á suðvesturhorninu laust eftir klukkan 6. Upptök skjálftans voru í Brennisteinsfjöllum við Brennisteinshraun á 7 kílómetra dýpi. Nokkrir skjálftar hafa mælst þar síðustu mánuði. Landsvæði sem hefur brunnið í gróður eldunum á Spáni undanfarna viku er á stærð við 500.000 fótboltavalla sem er met. 4 hafa látist í eldunum á Spáni og 2 í Portúgal. Hitabylgju sem staðið hefur á Íberíuskaga er ekki enn lokið og þar af leiðandi er enn eldsmatur í gróðrinum. Samkvæmt upplýsingakerfi gróðurelda er ríflega 3400 ferkílómetra svæði brunnið á Spáni sem er met þar í landi. Þetta er á við 500.000 fótboltavalla og 3-falt meira en allt höfuðborgarsvæði hér á landi. Þá eru ótaldir 2000 ferkílómetrar sem hafa brunnið í Portúgal. Þar kvarta menn undan viðbragðsleysi yfirvalda. Não apareceu aqui ninguém, não tivemos aqui ninguém que nos ajudasse. Unicamente apareceu aqui o carro do comando de bombeiros, não traziam água, não traziam nada, e eu é que salvei a minha casa à volta, com a mangueira. E o fogo muito rapidamente tomou uma cor muito escura e em coisa de 1 hora nós ficamos sem água da rede, ficamos sem eletricidade. 2 slökkviliðsmenn fórust í gær hvor í sínu landi. Eldurinn hefur því orðið 4 að bana á Spáni og 2 í Portúgal. Veðurfræðingar spá lækkandi hita á næstunni og því geta íbúar landana brátt andað léttar. Evrópusambandið hefur frestað ákvörðun tolla á járnblendi óákveðinn tíma. Þeir áttu að taka gildi á morgun. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir óvíst hvenær ákvörðun verður tekin, líklega eftir einhverjar vikur. Að hennar mati hafi málflutningur íslenskra og norskra stjórnvalda skilað þessari tímabundnu niðurstöðu. Þar með fái íslensk stjórnvöld aukið svigrúm til að tala áfram fyrir íslenskum hagsmunum og vinna að farsælli lausn.
Marius Borg Hauby, sonur Mette Marit krónprinsessu í Noregi, hefur verið ákærður fyrir 32 afbrot. Hauby, sem Mette Marit átti áður en samband hennar við Hákon krónprins hófst, var handtekinn í fyrra í ágúst vegna gruns að hafa ráðist á kærustu sína. Á blaðamannafundi í dag kom fram að hann væri einnig ákærður fyrir 4 nauðganir, ofbeldisbrot, brot á nálgunarbanni og fyrir að mynda kynfæri kvenna án þeirra samþykkis eða vitneskju, auk ýmissa smærri brota. Hauby hefur sjálfur kennt andlegum veikindum vegna langvarandi fíkniefnaneyslu. Den øvre strafferammen for de forholdene som omhandlet i tiltalebeslutningen fengsel i inntil 10 år. For påtalemyndigheten så det viktig at det skal være likhet for loven. Og det at Marius Borg Hauby en del av kongefamilien, skal selvfølgelig ikke gjøre at han blir behandlet mildere eller strengere enn om tilsvarende forhold var begått av andre. Lítil börn fundu nikótínvökva á leikvelli nýverið og barnalæknir segir notendur oft kærulausa. Aðeins örfáir dropar af slíkum vökva geta verið lífshættulegir ungum börnum. Móðir 5 ára gamallar stúlku á Patreksfirði gerði viðvart að flaska með nikótínvökva fyrir veip hefði verið skilin eftir á leikvelli. Það var nákvæmlega svona vökvi sem að börnin fundu á leikvellinum. Flaskan var opin og það ekki skrítið að þetta laði lítil börn að. Bragðið heitir Pink Lemonade og þetta ilmar eins og límonaði. Það var mjög lítið eftir í flöskunni sem börnin fundu en aðeins örfáir dropar geta valdið alvarlegri nikótíneitrun. Fyrir 20 kílóa barn þarf ekki nema 1 millilítur af svona vökva til að það sé talin lífshættulegu skammtur. Til að setja það í samhengi það sirka svona mikið. Sem betur fer tók móðurinn í taumana og kom í veg fyrir að börnin brögðuðu á vökvanum. Þau sögðust þó hafa fundið svona áður og smakkað á honum. Hann hefði verið gulur á litin og mjög góður á bragðið. Bæði Landspítali og sjúkrahúsið á Akureyri sjá reglulega nikótíneitrun hjá börnum og barnalæknir segir neytendur oft kærulausa. I think people have gotten reckless. I think it's hard for people to remember that this is something that is toxic. It's something that's dangerous, especially if you're choosing to put it into your body. It might be that you are ignoring the fact that it could do serious harm to somebody else, particularly to children. Að innbyrða nikótín hættulegt börnum, óháð því hvort formið púði, plástur eða sígaretta, en vökvinn þó sérstaklega varasamur. Einkenni eitrunar geta komið fyrr fram og verið alvarlegri, eins og hjartsláttartruflanir, krampar, háþrýstingur eða hjartastopp. Daniel segir að foreldrar á Akureyri hafi nýlega verið varaðir við einnota veipum sem séu ítrekað skilin eftir á leikvöllum. Skilaboðin frá heilbrigðisstarfsfólki skýr. Notendur nikótíns verði að halda vörunum fjarri börnum og farga þeim á öruggan hátt. So even if you think that you've used it and it's empty, those few drops in the bottom is enough to make a child very sick. It's enough to have toxic doses. And even if there's just 1 ml left inside, if you're 20 kgs, that's a lethal dose. Menningarnótt næsta laugardag. Breytingar verða gerðar á hátíðinni í ár og undirbúningur í fullum gangi. Ekki satt, Sigrún Þuríður. Jú, hér ég stödd á Arnarhóli þar sem að lokahnykkur hátíðarinnar fer fram með stór tónleikum sem á endra nær. En það verða þó einhverjar breytingar á hátíðinni í ár. Það ekki, Björg? Jú, það verða einhverjar breytingar í ár en við munum enda, eins og það segir, hátíðina Arnarhóli með flugeldarsýningu klukkan 10 í ár í staðan fyrir klukkan 11 eins og við höfum alltaf gert. Og svo verðum við með svona aukna gæslu og aukna svona þjónustu við unga fólkið okkar. Og var komin tími á þessar breytingar? Já, alveg eins sko. Í okkar huga menningarnótt fjölskylduhátíð og það svona gott tækifæri fyrir fjölskyldur og vini að fara í miðborgina og skemmta sér, njóta viðburða og annars. En að sama skapi teljum við að þegar við erum búin að færa þetta til 10 eða stytta þetta svona til 10, þá erum við komin á svona fjölskylduvænni tíma og þá hvetjum við foreldra og forráðamenn til þess að taka börnin og unglingarna bara með sér heim eftir að hátíð lýkur. En hátíðin verður stútfull af viðburðum, það ekki? Jú, hún stútfull af viðburðum. Það bara best að fara inn á heimasíðuna menningarnótt.is og kynna sér alla dagskrá þar. En í hverju felst eftirlitið, Guðrún Halla?
Það felst í samstarfi lögreglu, félagsþjónustu og félagsmiðstöða sem eru með rölt út af vettvangi og svo erum við með athvarf þar sem hægt að færa börn og unglinga sem þurfa aðstoð að halda. Það hlúðað þar til foreldrar koma að sækja þau. Já, menninganótt fyrst og fremst fjölskylduhátíð þar sem mælst til þess að börn séu fylgd foreldra sinna og svo fari allir saman heim. Og með þessum orðum þá kveðjum við héðan frá Arnarhóli. Já, takk fyrir þetta, Sigrún. Umferðin þyngdist talsvert í morgun þegar háskóla- og menntaskólanemar mættu í skólan eftir sumarfrí. Spenningur nemenda leyndi sér ekki þótt sumir vildu gjarnan losna við tíma klukkan 8 á mánudagsmorgni. Þú ert að byrja í skólanum í dag? Já. Og hvað ætlar að fara að læra? Heilbrigðisverkfræði. Og hvernig leggst þetta nú í þig? Svona bara ágætlega, sko. Ég valdi þetta blanda saman mjög mikið heilbrigðisgeiranum og svo raungreinum sem eru svona mín sterkustu námsfög. Þannig að þetta leggst vel í þig? Ó, já. Þetta mjög geggjað nám og mjög fjölbreytt. Getur læra heima, getur læra í skólanum bara hvað sem þú vilt læra og þetta mjög gott það. Og hvernig var umferðin í morgun? Ó, mikið. Já, ég þurfti að gera í 20-30 mínútur eða það mjög umferð. Ég var í HÍ og hætti þar fyrir 7 árum. Ég á náttúruvísindabraut og já, bara mikið starffræði og eitthvað. Og hvað svona besta við þennan skóla? Ég myndi segja kennararnir og því þeir eru mjög skemmtilegir og góðir að kenna, myndi ég segja. Og þeir bara finna tíman til að kynnast þér, sko. It is my first day in the school. And what are you going to study? I want to study medical line, like being a doctor and maybe a nurse. Ég að fara í kvikmyndagerð. Og hefur einhvern tímann prófað eitthvað svona áður? Já, ég hef verið mikið að skrifa. Svo var ég á Ungrúf þegar ég var yngri og var mikið tók mín fyrstu skrif þar. Þannig að það mjög gaman að vera alltaf draumar sína. Ég að byrja í Sviss höfundanámi. Og er það eitthvað sem þú ert löngu búin að ákveða? Já, það hefur mjög lengi staðið til, sko. Ég hef alltaf verið kringum Svisslisti síðan ég var allavega yngri úlingur og mér finnst mjög gaman að miðla og segja sögur. Þannig að þetta sprettur upp frá því, sýniþörf í bland við það. Varstu með góða stundaskrá? Já, sko, fyrir utan mánudagstíma klukkan 8, þá var ég ansi ánægður með þetta. Þá eru Kastljósið Bergþór, hvað ætlið þið að bjóða upp á kvöld? Við ætlum að tala fund Trump og Zelenski sem lauk rétt í þessu og Trump fundar nú með leiðtogum nokkurra Evrópuríkja og það spurning hvort að þetta sé að færa okkur eitthvað nær friði í Úkraínu. Við ætlum að ræða þetta við þau Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur, fyrrverandi utanríkisráðherra og Pavel Bartósek, formann utanríkismálanefndar Alþingis. Takk fyrir þetta. Lítum til veðurs, yfir Grænlandi öflug hæð og frá henni liggur hæðarhryggur til suðausturs yfir Ísland. Því útlit fyrir fremur rólegt veður á morgun, víða hæg breytilega átt og skýjað með köflum en líkur á smá súld vestanlands, hiti 12 til 18 stig, nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. F-hóingar komu sér upp í efri hluta bestu deildar karla í gærkvöldi eftir sigur á Blikum í miklum markaleik 5-4. Íslandsmeistarar Breiðabliks fóru á sama tíma á mis við að koma sér nær toppnum. Íslenska karlalandsliðið í körfubolta færðist upp 1 sæti á styrkleikarlista Alþjóða körfuknattleikssambandsins og talið það 20. og annað besta í heimi þegar Evrópumótið Eurobasket fer af stað. Og örfáar sekúndur skildu efstu menn að í Rally Reykjavík sem var haldið helgina. Rifjum upp helstu atriði frétta. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, bjartsýnn á að þríhliða fundur með forsetum Rússlands og Úkraínu leiði til friðar í Úkraínu. Vel fór á með forsetum Bandaríkjanna og Úkraínu þegar þeir hittust í Hvíta húsinu í dag. Starfsmaður á leikskólanum Múlaborg sem grunaður kynferðisbrot gegn barni var undir sérstöku eftirliti á leikskólanum í fyrra vegna sérkennilegs háttalags. Móðir barns á Múlaborg segir að leikskólinn og Reykjavíkurborg og lögregla hafi brugðist börnunum. Samkeppniseftirlitið hefur lagt metsekt á Landsvirkjun, 1,4 milljarða króna fyrir brot á samkeppnislögum. Landsvirkjun áfrýjar og segir eftirlitið skilgreina raforkumarkaðinn upp á nýtt. Notendur nikótíns eru of kærulausir, segir barnalæknir sem ítrekar mikilvægi þess að vörunum sé fargað á öruggan hátt. Nokkrir dropar af nikótínvökva geta verið lífshættulegir börnum.
Næstu fréttir verða í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og á rúv.is má nálgast allar nýjustu fréttir. Þessum fréttatíma er lokið, verið þið sæl.